Komið sæl. Nú settur 260. fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar, en hann haldinn í stjórnsýsluhúsinu hér í Búðardal að venju. Áður við höldum í formlega dagskrá einn dagskrárliður sem bætast á dagskrá, en lagt til að mál númer 2508-003F, fundargerð 144. fundar fræðslunefndar Dalabyggðar, verði tekið á dagskrá og verði dagskrárliður númer 14. Einhver athugasemdir við það? Svo virðist ekki vera, þannig að það skoðast samþykkt. Aðrir liðir í útsendi dagskrá færast þá til í samkvæmt ofangreindu. Þá förum við í dagskrárliður númer 1 sem forgangsröðun innviðamála í Dalabyggð. En atvinnumálanefnd Dalabyggðar hefur unnið skýrslu stöðu innviða í Dalabyggð og hún hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu í sveitarstjórn Dalabyggðar. Hvers vil ræða forgangsröðunina? Garðar, gjörðu svo vel. Oddviti, kæru fundamenn, nú verður lögð fyrir innviðaskýrsla eða innviða áætlun fyrir Dalabyggð sem svona uppfærð áætlun af vegaáætlun sem hefur verið lagð fram síðust ár og uppfærð á hverju ári og bætt hefur verið inn í núna fleiri innviðum sem raforku, húshitun og öðru sem skiptir máli hérna, rafmagni og öllu því sem kemur að okkar baráttu málum út á við og ég held að þetta sé bara rosalega gott gagn til að fara með í stofnanir og til þingmanna, ráðherra og annara sem til að upplýsa stöðun okkar og hvetja til framkvæmda og svona sýnir hvert við viljum stefna og ég vil bara þakka starfsmönnum Dalabyggðar og atvinnumálanefnd fyrir vinnuna við þessa skýrslu. Þetta heilmikið plagg og ég hvet alla til að kynna sér plaggið og lesa yfir og að gera hafa skoðun á því. Takk. Takk, Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að fá að taka undir með formanni atvinnumálanefndar og þakka honum og nefndinni og starfsmanni verkefnastjóra sem hélt utan þessa vinnu og öðrum starfsmönnum sem koma að þessu viðamikla plaggi og ég tek einnig undir það að svona skjal og þessi skjöl sem nefndin hefur unnið og sent til okkar, sveitarstjórnar og starfsmanna, hafa skipt máli í okkar vinnu við að koma okkar málum á framfæri gagnvart ríkisvaldinu og öðrum þeim sem að þurfa að koma við ákvarðanir hvar eiga að stinga niður fæti, skóflu eða öðru varðandi framkvæmdir. Þannig að þetta hefur skipt miklu máli og ég er sannfærður það að þetta skjal mun gagnast okkur núna á næstu bara vikum til að mynda í tengslum við samtal við ríkisvaldið uppfæra samgönguáætlun sem á að kynna núna á haustþingi inn á Alþingi. En ég vil gera tillögu minni að við bókum svohljóðandi. Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með skýrsluna og vill koma framfæri þökkum til atvinnumálanefndar, verkefnastjóra og annarra sem að vinnu hafa komið og staðfestir hana með öllum greiddum atkvæðum ef svo fer. Þannig að allavega við bókum þakkir og að við staðfestum skýrsluna þannig að hún verði orðin í rauninni lögformlegt plagg til að vinna með í kjölfar fundar. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég fyrir fundinn fyrst skýrsluna sjálfa til samþykktar. Þeir sem eru samþykki skýrslunni gefi merki og hún samþykkt samhljóða. Þá legg ég fyrir fundinn tillögu að bókun sem Bjarki fór með hérna áðan. Þeir sem eru samþykki bókuninni gefi merki og hún samþykkt samhljóða. Þá það dagskrárliður númer 2, úrgangsþjónusta. Á 340. fundi byggðarráðs sem haldinn var þann 25. september síðastliðinn var farið yfir opnunarskýrslu útboðs og úrgangsþjónustu fyrir Dalabyggð. Og þar var sveitarstjóra og umsjónarmanni framkvæmda, verkefnastjóra eða verkefnastjóra eigna og umhverfissviðs falið að vinna máli áfram. Einhver sem ræða þennan dagskrárlið? Bjarki, gjörðu svo vel.
oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, það er alltaf áfangi þegar við nálgumst lokametrana þegar svona stór verkefni eins og til að myndast útboð á úrgangsþjónustu fyrir Dalabyggð er að ræða. Það bárust í verkið 3 tilboð frá Kubbi EHF, Terra HF og Íslenska Gámafélaginu EHF og mati á tilboðum er lokið og Íslenska Gámafélagið er lagstbjóðandi og er örlítið undir þeirri kostnaðaráætlun sem við unnum út frá. En í rauninni við erum ekki með samningsdraugin hér til staðfestingar en mín tillaga til sveitarstjórnar er að mér verði falið að vinna málið áfram, þannig að til að klára málið og formgera út frá þessum upplýsingum sem hér ræðir. Takk. Takk Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég til að sveitarstjóra að vera falið að vinna þetta mál áfram samkvæmt umræðum hér á fundinum. Þeir sem samþykkja því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 3, samþykkt gæludýrahald í Dalabyggð. Til afgreiðslu kemur gjaldskrá hunda- og kattahald og annað gæludýrahald í Dalabyggð í samræmi við samþykkt númer 1040/2025 sem birt var í B-deild þann 3. október síðastliðinn. Einhver vil ræða þessa gjaldskrá? Þá legg ég hana fyrir fundinn sem samþykktar. Þeir sem eru samþykki gjaldskráni gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 4, Ljárskógabyggð, deiliskipulag frístundabyggðar. Og ég ætla að gefa Guðlaugu orðið, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarmenn og aðrir tilheyrendur. Umhverfis- og skipulagsnefnd tók máli fyrir núna mánudaginn og er svo hljóðandi. Deiliskipulagið tekur til frístundabyggðar F23. Tillagan var auglýst með athugasemdafresti til 14. febrúar 2025 og tekin fyrir og samþykkt í umhverfis- og skipulagsnefnd 4. mars 2025. Tillagan var ekki send til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun og er því enn í skipulagsferli. Tillagan er nú tekin fyrir að nýju samhliða óverulegri aðalskipulagsbreytingu vegna afmörkunar F23 með lagfæringum til samræmis við aðalskipulagsbreytinguna. Deiliskipulagið tekur til frístundabyggðar F23. Tillagan var auglýst með athugasemdafresti til 14. febrúar 2025 og tekin fyrir og samþykkt í umhverfis- og skipulagsnefnd 4. mars 2025. Tillagan var ekki send til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun og er því enn í skipulagsferli. Tillagan er nú tekin fyrir að nýju samhliða óverulegri aðalskipulagsbreytingu vegna afmörkunar F23 með lagfæringum til samræmis við aðalskipulagsbreytinguna. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti framlagða tillögu að deiliskipulagsbreytingu samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Nefndin bendir á að tilfærsla reiðvegar og gönguleiðar er að beiðni landeiganda og skal hann bera kostnaðinn af því. Bæta þar þeim ákvæðum við kafla 6.1 og 6.3 í deiliskipulagi. Er hér lagt til að sveitarstjórn staðfesti ofangreinda afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar. Takk fyrir þetta Guðlaug. Einhver sem vil ræða þessa bókun umhverfis- og skipulagsnefndar? Þá legg ég hana fyrir fundinn til staðfestingar. Þeir sem samþykkir bókunni gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 5 sem er Ljárskógabyggð, óveruleg breyting og aðalskipulagi, frístundabyggð F23. Guðlaug, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarmenn og aðrir tilheyrendur. Það er umhverfis- og skipulagsnefnd tók máli fyrir á 158. fundi sínum og var eftirfarandi bókað undir málinu. Framlagt erindi þar sem afmörkun frístundabyggðar F23 er breytt og svæði minnkar úr 18,2 hekturum í 17,5. Aðliggjandi landbúnaðarsvæði L1 stækkar sem því nemur. Ákvæði fyrir F23 og L1 eru óbreytt.
Umhverfis- og skipulagsnefnd telur breytinguna falla undir málsmeðferð óverulega breytingu samanber 2. málsgrein 37. greinar skipulagslaga þar sem hún tekur til tæplega 1 hektara svæðis og áhrif hennar eru því óverulega á umhverfið. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir framlagða breytingatillögu og hér er lagt til að sveitarstjórn staðfesti ofangreinda afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar. Takk fyrir þetta, Guðlaug. Einhver sem vill taka til máls varðandi þennan lið? Þá legg ég fyrir bókun umhverfis- og skipulagsnefndar til staðfestingar hjá sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykki bókuninni gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá förum við í dagskrárlið númer 6 sem er áskorun frá íbúum skógarstandar og eigendum jarða á skógarstönd til sveitarstjórnar Dalabyggðar. En framlögð er áskorun frá íbúum skógarstandar og eigendum jarða á skógarstönd til sveitarstjórnar Dalabyggðar vegna sameiningarviðræðna sveitarfélagsins við Húnaþing vestra. Einhver sem vill ræða þessa áskorun? Svo virðist ekki vera. Þannig að við þökkum bara íbúum skógarstandar og eigendum jarða á skógarstönd fyrir þetta erindi. Og förum í dagskrárlið númer 7 sem er skipun sameiginlegra kjörstjórna við íbúakosninga sameiningu Dalabyggðar og Húnaþing vestra. En á 259. fundi sveitarstjórnar óskaði hún eftir að kjörstjórn tilnefndi fulltrúa úr sínum röðum í sameiginlega kjörstjórn vegna íbúakosninga sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra samkvæmt 5. grein reglugerðar íbúakosningu sveitarfélaga númer 922/2023. Kjörstjórnir sveitarfélaganna leggja til að Húnaþing vestra skipi 2 fulltrúa í sameiginlega kjörstjórn og 1 til vara og að Dalabyggð skipi 1 fulltrúa og 2 til vara. Kjörstjórn Dalabyggðar tilnefnir Valdísi Einarsdóttur til setu í nefndinni og Svein Gestsson og Bergþóru Jónsdóttur til vara. Einhver sem vil ræða skipun kjörstjórnar? Það virðist ekki vera, þá legg ég Bjarki gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Í rauninni bara til að formgera hlutina og í rauninni sveitarstjórn Húnaþings vestra er að funda á sama tíma og við í rauninni erum búin að fara yfir orðalag með okkar ráðgjöfum og annað slíkt, þannig að allt sé eftir settum reglum. Og oddviti las hér í rauninni skipan en það er tillaga að bókun svohljóðandi sem ég vil bera upp hér. Sveitarstjórn samþykkir tillögu kjörstjórna skiptingu fulltrúa í sameiginlegri kjörstjórn og skipar Valdísi Einarsdóttur til setu í nefndinni og Svein Gestsson og Bergþóru Jónsdóttur til vara. Sveitarstjórn felur sameiginlegri kjörstjórn vegna íbúakosninga sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra að taka ákvarðanir kjörstaði, kjördeildir og opnunartíma kjörstaða. Þannig hljómar tillaga að bókun hér undir þessum lið. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Einhver sem vil ræða þennan lið eða bókunina sem Bjarki fór með? Þá legg ég fyrir fundin bókunina sem Bjarki las upp. Þeir sem samþykkir henni gefi merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 8 sem er skipun undirkjörstjórnar við íbúakosningum sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra. En samkvæmt 5. málsgrein reglugerðar númer 922/2023 íbúakosningar sveitarfélaga er sveitarstjórnum heimilt að skipa undirkjörstjórn og fela henni verkefni samkvæmt A, C og D-lið 3. málsgreinar 5. greinar. Lagt er til að sveitarstjórn nýti þessa heimild og skipi kjörstjórn sveitarfélagsins sem undirkjörstjórn vegna íbúakosninga sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra sem fer fram 28. nóvember til 13. desember næstkomandi. Einhver sem vil ræða þennan lið? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Í rauninni bara í takt við undir síðasta lið að þá er hér tillaga að bókun svohljóðandi sem ég vil bera upp. Sveitarstjórn samþykkir að skipa kjörstjórn sveitarfélagsins sem undirkjörstjórn vegna íbúakosninga sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra sem framfara 28. nóvember til 13. desember næstkomandi. Sveitarstjórn leggur áherslu á að kjörstjórnir við kosningar hafi með sér samráð verkaskiptingu vegna framkvæmdar kosninganna. Þannig hljóðar tillaga að bókun. Takk, Bjarki. Einhver sem vil taka til máls?
Þá legg ég bókunina fyrir fundin, þeir sem eru samþykkir henni gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 9, tilkynning íbúakosningar til Þjóðskrár Íslands. En samkvæmt 3. grein reglugerðar númer 922/2023 íbúakosningar sveitarfélaga skal tilkynna Þjóðskrá Íslands boðaða atkvæðagreiðslu og á hvaða tímabili hún fer fram, eigi síðar en 30 dögum áður en atkvæðagreiðsla hefst. Hversu vil ræða þennan lið? Bjarki, hversu vel? Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Líkt og undir hinum tveimur þá er hér tillaga að bókun, svohljóðandi. Sveitarstjórn felur samstarfsnefnd að tilkynna Þjóðskrá Íslands boðaða atkvæðagreiðslu. Sveitarstjórn felur samstarfsnefnd jafnframt að óska eftir því við Þjóðskrá Íslands að opnað verði fyrir uppflettingar í kjörskrá eða Þjóðskrá Íslands á meðan á atkvæðagreiðslu stendur. Sveitarstjórn felur samstarfsnefnd að tryggja að kjörskrá verði aðgengileg til skoðunar á skrifstofum sveitarfélagsins eða skrifstofu sveitarfélagsins eigi síðar en 14 dögum áður en atkvæðagreiðsla hefst og að kynna framrænninguna fyrir íbúum. Þannig hljóðar tillaga bókun. Takk fyrir þetta, Bjarki. Einhver sem vilja ræða þennan lið? Þá legg ég bókunina fyrir fundin, þeir sem eru samþykkir bókuninni gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 10, atkvæðaseðill til afnota við íbúakosningu sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra. Einhver sem ræða þennan lið? Ég ætla að lesa hérna. Lögð er fram tillaga samstarfsnefndar atkvæðaseðill til afnota við íbúakosningu sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra. Má gefa þér orðið, Bjarki. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Það er sama hér og í hinum fyrri og það er tillaga bókun svohljóðandi að sveitarstjórn samþykkir tillöguna og felur sameiginlegri kjörstjórn sveitarfélagana að senda atkvæðaseðilinn til innviðaráðuneytisins til staðfestingar. Þannig hljómar tillaga bókun. Takk fyrir þetta, Bjarki. Einhver sem vil ræða þennan lið? Þá legg ég bókunina fyrir fundin, þeir sem eru samþykkir henni gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Og mér langar að nýta tækifæri til að hvetja alla íbúa Dalabyggðar til að mæta á íbúafund á þriðjudaginn næstu viku, 14. október, klukkan 17, klukkan 5. Það er mjög mikilvægt að allir sem vettlingar geta valdið bara taki þátt í þessu umræðu. Þetta er undir okkur íbúum komið, hvað við gerum í þessu máli. Þá ætlum við að fara í fundagerðir til kynningar. Dagskrárliður númer 11 er byggðaráð Dalabyggðar, fundur 340. Hvers vil ræða þessa fundagerð? Þá er það dagskrárliður númer 12, atvinnumálum Dalabyggðar, fundur 56. Einhver sem vil ræða þá fundagerð, Garðar, gjörðu svo vel. Oddviti, kæru fundamenn, á síðasta atvinnumálanefndarfundi fengum við til okkar Sævar, Stjörnu Sævar, til að fara eins yfir almyrkva sem mun verða hérna næsta ári og svona aðeins til að opna augun fyrir okkur og svona velta upp hvað mun gerast, hverju megum við búast við og ég held að sé bara mjög fróðlegt fyrir fólk að kynna sér þetta og svona þannig að við verðum tilbúin. Ég vil sérstaklega hvetja ferðaþjónustuaðila til að huga vel að þessu, að þetta verður stór viðburður og bara við þurfum svolítið að skipuleggja hvernig við ætlum að takast á við þetta. Þannig að ég held að þetta sé mjög mikilvægt að þetta sé hugsað í tíma og tekið fast á þessu. Þannig að þetta muni allt saman ganga vel. Takk. Takk fyrir þetta, Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá fyrir við í dagskrárliður númer 13 sem er umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar, fundur 158. Einhver sem vil ræða þá fundagerð? Nei. Þá er það dagskrárliður númer 14 sem er fræðslunefnd Dalabyggðar, fundur 144. Einhver sem vil ræða þá fundagerð? Mér langar bara til að nýta tækifæri og óska Ísabellu og Óliver fyrir
með sæti í ungmennaráði og ég hlakka til að starfa með ungmennaráðinu í vetur, alltaf mjög skemmtilegt. Þá það dagskrárliður númer 15 sem félagsmálanefnd Dalabyggðar, fundur 76, einhver sem vil ræða þá fundargerð? Nei. Þá það dagskrárliður númer 16, fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga 2025, einhver sem vil ræða þær fundargerðir? Þá fyrir við bara næsta lið, fundargerðir heilbrigðiseftirlitsins, heilbrigðiseftirlits Vesturlands 2025, einhver sem vil ræða þá fundargerð? Nei, þá það næsti liður, fundir heilbrigðiseftirlits Vesturlands 2024, einhvern sem ræða þá fundargerð. Þá fyrir við í næsta lið sem mál til kynningar, vindorkuver í landi Hrónýjarstaða, umhverfismatsskýrsla. En framlögð til kynningar umsókn Dalabyggðar varðandi umhverfismatsskýrslu vindorkuver í landi Hrónýjarstaða. Einhvers vill ræða þennan lið? Svo veist ekki vera, þetta bara til kynningar, það búið að senda inn þessa skýrslu, umsókn, umsókn Dalabyggðar. Þá það dagskrárliður númer 20, skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Berki. Oddviti, ágæta sveitarstjórn, aðrir tilheyrendur. Nokkrir mólar frá mér svona yfir verkefnið síðustu daga og vikna. Íbúafjöldin okkar núna samkvæmt íbúasýn og þjóðskrá með 2. október 664, færra heldur en í byrjun september þegar voru 668. Þetta voru aðeins verið svona upp og niður örfáa, hausa á árinu, en eins og framkom á íbúafundi í gærkvöldi daglaðis þar sem Jökull Karlsson fór yfir stöðuna í Dölum og þá viljum við meina að sú fólksfækkun sem varð hér á sínum tíma, hún hefur verið stöðuð, þannig að nú bara siglum við áfram upp á við og við höfum verið úthlutað lóðum og byggingar hafnar, þannig að það stefnir í að mínum mati bara upp á við í íbúatölu hér í Dölum. Nú vinna við fjárhags- og framkvæmdaáætlun fyrir árin 2026 til 2029 komið vel af stað og hefur verið sest yfir forsendum með öllum yfirmönnum málareikla og eru þeir nú að fara yfir sinn rekstur og reiknað með að fyrri umræðum fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 fari fram 13. nóvember næstkomandi á fundi sveitarstjórnar. Því tengdu þá var fjármálaráðstefna sveitarfélaga haldin núna í síðustu viku, 2. og 3. október og vorum við 6 fulltrúar Dalabyggðar á ráðstefnunni sem var að mínum mati mjög vel heppnuð og góð erindi og kynningar sem voru fluttar. Og það dýrmætt að ná samveru og samtali við kollega sem að fást við sömu verkefni og við frá degi til dags á samkomum sem þessum. Nú og í tengslum við fjármálaráðstefnu þá notuðum við fulltrúar Dalabyggðar og Húnaþings vestra tækifærið og funduðum með bæði innviðaráðherra og þingmönnum kjördæmisins til að kynna þeim okkar áherslur varðandi mögulega aðkomu og stuðning ríkisvaldsins vegna viðræðna sameiningu og sameiningakosningu, þannig að það verður fróðlegt að heyra viðbrögð við þeim tillögum sem við settum fram þar núna á næstu dögum. Nú kjördæmavika alþingismanna var í síðustu viku og hittum við fulltrúa sveitarfélaga á Vesturlandi hópinn á fundi á Akranesi og áttum þar gott samtal það sem brennur á okkur, meðal annars áherslur þær sem við viljum sjá í uppfærðri samgönguáætlun sem leggja fram á Alþingi seinna í haust. Það að heyra á þingmönnum að þeir séu ekki fann að sjá á nein spil hjá ráðherra í þessari vinnu, en það hlýtur að fara að birtast á næstu dögum og vikum, allavega fyrstu tillögur af þessu mikilvæga skjali. Nú eins og við var lagt fram hérna áðan, þann 12. september þá skilum við ítarlegri umsögn Dalabyggðar umhverfismatsskýrslu vegna fyrirhugaðs vindorkuvers í landi Hrónýjarstaða. Við fengum frest til að skila umsögn okkar inn og var það vel því vel þurfti að rýna vel framkomin gögn og umsögn Dalabyggðar var lögð fram hér til kynningar fyrr á fundinum sem og fundi umhverfis- og skipulagsnefndar núna fyrr í vikunni. Nú við starfsmenn í stjórnsýsluhúsinu sem áttum heimagengt brugðum okkur í heimsókn á Hvammstanga föstudaginn 19. september síðastliðinn og fengum kynningu á starfsemi skrifstofunnar hjá Húnaþingi vestra. Fórum í heimsókn í grunnskólan sem og íþróttamannvirkin og það alltaf gagnlegt að fá að sjá og heyra hvernig önnur sveitarfélög að gera hlutina og ekki síst núna þegar við erum að undirbúa opnun og upphaf reksturs á íþróttamannvirkjunum að fá að
skoða og heyra frá reynslu boltum í þessum fagi. Nú, við áttum fund fulltrúa Dalabyggðar með framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar Vesturlands mögulegt samstarf okkar á milli í verkefninu Gott að eldast núna fyrir stuttu og fórum við í leiðin á heimsókn á Silfurdún sem gæti orðið hjarta samstarfsins ef af verður og við erum komin með allra fyrstu drög að samstarfssamningi á milli Dalabyggðar og Heilbrigðisstofnunar verkefnið og erum með þetta skjal til skoðunar og munum fara yfir það með fyrir fund byggðaráðs seinna í þessum mánuði. Nú félagsheimilið Árblik hefur nú verið afhent nýjum eigendum og í tengslum við að það hús nú farið úr umsjón sveitarfélagsins þá kvenfélagið Fjóla fengið rými fyrir sinn búnað hér yfir í Dalabúð. Til að mynda var hluta af þeim stólum sem voru í Árblikki færið í Rauðakrosstildin okkar þannig að við höfum verið að reyna að koma eignum okkar á rétta staði. Píanó sem var í Árblikki og var gefið, það komið út í tónlistarskóla þannig að við höfum svona reynt að passa upp á þær eignir sem að bæði sveitarfélagið á og hafa verið gefnar. Að þær fái ásættanlegan stað til framtíðar. Ég vil nota hér tækifærið og votta öllum aðstandendum og vinum Svölu Heiðnar Svavarsdóttur, samúð mína, en hún lést þann 22. september síðastliðinn. Fráfall hennar snerti marga hér í Dölum og vil ég þakka öllum þeim sem hafa stigið upp og aðstöðu meðal annars við starfið í skólanum okkar. Þau Guðmundur Kári Þorgrímsson sem nú gegnir starfi skólastjóra tímabundið og Svanhvít Lilja Viðarsdóttir. Aðstoðarleikskólastjóri hafa tekið á sig stærri hlutverk í nánu samstarfi við undirritaðan og vil ég þakka þeim fyrir þeirra myndugleik í þeim aðstæðum sem uppi eru. Talandi skólan okkar, þá vil ég segja frá því að þriðjudaginn 30. september var haldið stutt kveðjuhóf í Auðaskóla að lokinni kennslu til heiðurs Bergþóru Jónsdóttur en þennan dag lauk Bergþóra störfum eftir 37 ára gæfuríkan feril í skólanum. Bergþóra hefur sinnt óeigingjörnu starfi meðal annars við kennslu og sérkennslu í Auðaskóla og þá á hún stóran þátt í því að upp kominn skólaskógur en hún hefur staðið fyrir góðviðsetningu og viðhaldi hans. Bergþóra hefur þannig í nærri 4 ár og 10 miðlað þekkingu sinni til nemenda og mun starf hennar lifa áfram í gegnum þau verkefni sem hún hefur komið að og komið til leiðar. Við nýtum tækifæri hér og þökkum Bergþóru fyrir hennar störf með óskum ánægjulega tíma. Ísak Sigfússon, nýr lýðheilsufulltrúi, hóf störf þann 1. október síðastliðinn og þann 3. október vann forveri hans Guðni Erna sinn síðasta dag hér í Dölum. Leið og ég þakka Guðni fyrir sín störf og góða nærveru þá vil ég bjóða Ísak velkomin til okkar í spennandi verkefni sem meðal hans innifelur það að koma starfsemi íþróttamannvirkjanna á fullt skrið í upphafi árs 2026. Starfamessa 2025 eitt af áhersluverkefnum sóknaráætlun Vesturlands 2025 og nú hafa 2 af 3 verið haldnar hér á Vesturlandi, nánar tiltekið á Akranesi og í Grundarfirði og var afar góð mæting á þær báðar. Í næstu viku, þann 14. október verður starfamessa haldin í Borgarnes og þar verður við fulltrúar Dalabyggðar og verkefnisstjóri okkar hefur útbúið hér lítinn bækling sem við ætlum að vera með og dreifa, þar sem við kynnum dalina eða Dalabyggð og fyrir hvað við stöndum, getið látið hann ganga hér. Og við væntum þess að það verði líka fleiri fyrirtæki og stofnanir úr Dölum á staðnum og ég er viss það að við náum í samvinningu að vekja athygli á Dölunum og fyrir hvað við stöndum í góðri samvinnu og samvinningum. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í uppbyggingarsjóð Vesturlands fyrir úthlutun ársins 2026 og tilgangur uppbyggingarsjóðs er að styrkja annars vegar menningarverkefni og hins vegar atvinnu- og nýsköpunarverkefni á Vesturlandi. Sjóðurinn er samkeppnissjóður og eru umsóknar metnar út frá þeim markmiðum og áherslum sem framkoma í sóknaráætlun Vesturlands og í skýrslu minni sem fylgir fundargerð er slóð á hlekk á vef Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Og að þessu sinni kallað eftir umsóknum styrki til atvinnuþróunar og nýsköpunar, menningarverkefni og stofn- og rekstrarstyrkja til menningarmála og umsóknarfresturinn er til 28. október og þannig að ég hvet áhugasama, metnaðargjarna og framsýna dalamenn til að sækja í sjóðinn. Okkur hefur verið vel ágengt hér í samfélaginu að fá stuðning við spennandi verkefni og ég vona að framhald verði á. Framkvæmdir ganga vel við íþróttamannvirkin okkar og hefur samstarf við verktaka og eftirlitsaðila verið með ágætum. Búið er að fara yfir og staðfesta nokkuð viðbótarverk og ber þar hæst val á hreinsikerfi sundlaugakerfis, kaup á sánahúsi og uppsetningu geymsluhúsnæðis sem mun nýtast bæði sundlaugasvæði og skólalóð og einnig er í farvatninu á Malbeka bílaplan framhæfi mannvirki sem einnig mun nýtast dalabúð og leikskólanum okkar og eins og kom fram hér áðan þá er farið að huga að ýmsum þáttum varðandi daglegan rekstur mannvirkisins og munum því máli skýrast enn betur þegar nær opnun mannvirkisins kemur.
Sveitarstjórnarmenn og forsvarsmenn stofnana og félaga á Vesturlandi undirrituðu 1. október síðastliðinn á Akranesi samning um stofnun farsældarráðs Vesturlands. Ráðið er hugsað sem svæðisbundinn samráðsvettvangur þjónustuveitenda sem ber ábyrgð á þjónustu við börn og fjölskyldur í landshlutanum. Markmið samstarfsins er að efla og samræma þjónustu við börn og fjölskyldur á Vesturlandi með samþættri, snemmtækri og heildstæðri nálgun og jafnframt er stefnt að því að farsældarráð Vesturlands vinna að því að styrkja þverfaglegt samstarf og tryggja að farsæld barna sé leiðarljós í stefnumótun og framkvæmd þjónustunnar á Vesturlandi. Og talandi æskuna þá núna í október fer fram barnamenningarhátíð Barnó best mest vest sem breiðir út gleði og hressileika allt Vesturland. Hátíðin er tileinkuð börnum og ungmennum á svæðinu og hefur það að markmiði að efla sköpunarkraft, gleði og þátttöku í fjölbreyttu menningarlífi landshlutans og í boði verða viðburðir allt Vesturland og er Dalabyggð engin eftirbátur þar og það er slóð í skýrslu minni og á heimasíðu Dalabyggðar það sem er á dagskrá og það er líka skemmtileg frétt á fyrsta viðburðin hér í Dölum og vef Skessuhots í gær með að það sem var talað heimsókn Ævars Táramanns. Þannig að það vakti athygli greinilega. Þannig ég vil þakka öllum þeim sem hafa komið að undirbúningi og framkvæmd allra þessara viðburða sem hér ræðir og það eru spennandi viðburðir framundan núna í októbermánuði hér í Dölum. Nú starfsfólk Sambands íslenskra sveitarfélaga er á ferð landi til að heimsækja sveitarfélög þessar vikurnar og þau stoppuðu hér hjá okkur í Dölum í gær og áttum við starfsmenn og kjörni fulltrúar gott samtal þau verkefni sem við á sveitarfélagastiginu eru fyrir höndum og þau verkefni sem við í Dalabyggð erum að fást við. Þetta er gott framtak og fullt tilefni til þess að hvetja sambandið og starfsmenn þess til að gera svona heimsóknir að reglulegum viðburði. Íbúafundur var haldinn í gær, miðvikudaginn 8. október í Dalabú til að fara yfir og ræða verkefnisáætlun Dalaðus. Fundurinn hófst á mjög góðum erindum og kynningum og lauk á vinnustofu fundargesta. Þar var stefna Dalaðus og aðgerðir teknar til skoðunar og nýjar hugmyndir mótaðar fyrir næsta ár og það er aðgengileg slóð á verkefnisáætlun Dalaðus inn á heimasíðu Dalabyggðar og ég vil nefna að þetta árlega samtal skiptir máli því íbúar og samfélagið allt er í rauninni hinn eiginlegi Dalaauður og eins og fram kom á fundinum í gær þá hefur þetta verkefni allt skipt okkur í Dalabyggð verulega miklu máli með jákvæðum formerkjum. Og að endingu þá vil ég aðeins nefna varðandi samtalið mögulega sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra sem hefur kannski verið svona megin straumurinn og línan í þessum fundi samanber liði hér fyrir á dagskrá. En í rauninni bara enda þessa skýrslu mín á því að hvetja íbúa Dalabyggðar til að mæta á fund í Dalabúð næstkomandi þriðjudag klukkan 5 til að taka þátt í samtalinu af því að það er í rauninni gríðarlega mikilvægt að það náist virkt samtal verkefnið, hver svo sem niðurstaðan verði og góð þáttaka í kosningunum þannig að niðurstaðan og aftur hver sem hún verði afgerandi. Takk fyrir mig í bili. Takk hérlega fyrir þetta, Bjarki. Alltaf nógum að vera í Dölunum. Eitthvað sem vill ræða skýrslu sveitarstjóra? Þá ætlum við bara að ganga frá fundagerð og skrifa undir hana þegar hún er fullgerð. Næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verður 13. nóvember klukkan 4. Við segjum fundi slitið. Takk.